þá gætu menn bara gleymt þessu. Það yrði aldrei neitt Parísarsáttmáli til ef hann ætti að vera bindandi. Þetta ekki vel að vegna þess að það myndi blasa við að fólk myndi segja nei, ég ætla ekki að borga þetta. Það ekkert vandamál fyrir okkur að taka upp stefnu sem að byggist okkar sérstöðu. Hér erum við 85% endurnýjanlegri orku, við ætlum að bíða þar til aðrir fara svona segja nálgast okkur í þessu. Og hverju myndi ekki skilja það? Hvað kostar þetta? Og á ekki að segja frá því. Hvaða fíll þetta sem í herberginu? Og af hverju þetta ekki vellagt hér á Ísland? Það vegna þess að stuðningurinn myndi, sá litli stuðningur sem fyrir hann myndi gufa upp endanlega. Hvað ætla menn að gera? Og þetta ekki bara, snýst ekki bara að fólk farið til útlanda og keyra bíla og eitthvað svoleiðis, sko. Þetta bara grundvallar þarfir mannkynsins. Við eigum að taka upp þá stefnu að við gerum ekkert meira í þessum málum fyrir en aðrir nálgast þetta hlutfall okkar í endurnýjanlegri orku. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Albert, þá erum við komin hérna aftur. Hvernig ertu? Ég er bara fínt. Er það ekki? Kóta aðeins lengra til hægri, ég er að sé það núna. Hérna. Svona? Já, hanna, þannig að við fáum nú að heyra almennilegir. Hérna, albertjonsson.com, það er vefsíðan ef fólk vil vera með á hreinu hvað er að gerast í alþjóðastjórnmálunum. Albert Strik Jónsson. Albert, ég setja líka hérna fyrir þá sem eru að horfa og setja hérna slóð með. Svo er ég á Facebook líka. Já, og svo er þetta á Facebook líka. Já, þar, hvað heitir Facebook-a síðan? Vefsíða utanríkismál og alþjóðamál. Já, þar hérna, þar að þú, og þú ert með mikla reynslu af þessu, hefur verið að kenna við Háskóla Íslands, hefur verið að, já, varst í Sovétríkjunum, er það ekki rétt hjá mér? Heitir Rússland þá reyndar? Já, heitir Rússland þá? Já, þú ert ekki svo gamall. En þú manst eftir Sovétríkjunum. En lengst af mínum ferli var ég hérna í forsætisráðuneytinu. Ég var ráðgjafi forsætisráðherra í 13 ár. Hvaða forsætisráðherra? Davíð Oddsson, allan tíma. Og líka þegar hann var utanríkisráðherra var hluta til með honum þar. Þannig að það var mikil reynsla öll þessi ár og hann náði með honum. Hérna, við ætlum að ræða loftslagsmálin aftur. Við höfum gert það einu svona tvisvar, svona haft heilan þátt, ekki aldrei haft heilan þátt reyndar. Tölum alltaf alþjóðastjórnmál og það er reyndar að nóg að taka þar líka. En við ætlum samt sem áður að einbeita okkur að loftslagsmálunum í dag. Núna er Trump að fara mikinn á öllum þeim sviðum sem hægt er að fara mikinn á. Eins og við var búist. Eins og við var að búast. Og alþjóðastofnanir eru að kikna í hnjánum og eru smekar, eðlilega. Því að mikið af þessu er rekið af Bandaríkjunum. En hérna svona heilt yfir í samvættu loftslagsmálunum. Þegar við ræddum þau líka síðast, við ræddum ákveðna svona tortryggni sem væri að aukast. En núna er hún, að ég tel allavega, að aukast ennþá meira. Hvernig horfið þú á þetta? Ég er alveg rétt hjá þér og já, þú segir tortryggni, ég sé bara líka vaxandi áhugaleysi. Við sjáum það á þessum stóru alþjóðafundum, sem svokallaða COP-fundum sem að 20.000 manna reynda að sækja ennþá, en áhugi fjölmiðla heimsins fer hratt vínandi og ríkisstjórnin sinna þess ekki með sama hætti áður. En hins vegar þá eru þessi loftslagsmál afskaplega áhugaverð og ég sagt þér það að hérna, ég kenndi eins í mörg ár sem stundakennari og aðjungt alþjóðastjórnmál við Háskóla Íslands og ég byrjaði í 94, ef ég man rétt, að fjalla á loftslagsmálin sem sagt alþjóða pólitískt fyrirbæri og þau eru mjög áhugaverð sem slík og bæði segja þér heilmikið alþjóðakerfið en staða þeirra og möguleikar loftslagsmálana eru þetta algjörlega háðir alþjóðakerfinu og einkennin þess og eðli. Þannig að þetta er annars vegar sem sagt mjög áhugavert mál, pólitískt og alþjóðlega pólitískt, en líka afskaplega erfitt og þetta er alls ekki að ganga á heimsvísu. Markmiðin eru alls ekki að nást og gengur reyndar af að misjafnlega líka heima fyrir á Vesturlöndum þar sem er nú aðalega verið að reyna þetta, þannig að ekki verið að reyna þetta mikið annars staðar í heiminum.
Þannig að á mælikvarða þess að Parísarsamning sem var gerður 2015 og með að halda hlýnun jarðar innan við 2 gráður og helst kringum 1,5 á öldinni, þetta bara ekki að ganga, alls ekki og sko til þess að skilja, ég hallast að því að til að greina og skilja mál, þá þarf að spyrja sjálfan sig hver eru grundvallaratriðin. Og þá segi ég þá líka uppáhaldsfrasa sem best að byrja á byrjuninni, sko. Hver byrjunin í þessu? Og byrjunin svo að loftslagsmálin eru algjörlega einstök, sem ekki jákvætt, sko. En sem fyrirbæri, sem pólitískt fyrirbæri, vísindalegt og algjörlega uník mál. Þetta ekki eitthvað venjulegt, efnahagslegt úrlausnarefni. Þannig að og alls ekki. Og línunjarðar sem staðreind, ég vil nú taka það líka skýrt fram, ég ekki einn af þessum efasemdamönnum um það fyrirbæri, alls ekki, og þeim fer mjög á sama tíma og málið stendur veikar, sko, og áhugir eins og ég endaðan á þessum stóru hundum fer minkandi, að þá fækkar efasemdamönnum að jörðin hlýni. Það nú einn þráðurinn í þessu öllu saman. En þetta fyrirbæri virðir auðvitað ekki landamæri og eins sko alþjóðlegt og nattrænt og hugsaðsgetur. En leið þá rekst þetta mál, hvernig að fást við hlýnun jarðar, mjög harkalega á alþjóðakerfið og einkenni alþjóðakerfisins og eðli alþjóðamálana. Og því afskaplega erfitt að leysa. Og þannig að það byrjunin átt að sjá að þetta algjörlega einstakt mál og það til skilgreining á þessu máli sem frá Sameinuðu þjóðanna, frá loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðanna og það þarf ekki að horfa lengi á hana, þessa skilgreiningu til átt að sjá því hvað þetta snúið og oft bara eins og talað þetta eins og þetta sé ekkert mál, sko. Þetta sé ekkert flókið eða erfitt bara hægt að neita og hægt að losa. Já, einmitt, sko. Og þessi skilgreining loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna í henni felst að markmið Parísarsamningsins frá 2015 sem næstum öll ríki heiminum komu að og stefnir að því halda hlýnun innan við 2 gráður, helst nálægt 1,5 á öldinni. Þetta kallar á, eins og segir þessi skilgreiningu loftslagsnefndarinnar, þetta orðrétt tilvitnun, skjótar, víðtækar og fordæmalausar breytingar á öllum hliðum samfélagsins. Það var ekki að horfa lengi á þessa setningu til að átta sig á því að þetta eitthvað vesinn, sko, það ekki? Og en leið, af því að þetta eins og ég segi, eins alþjóðlegt og hnattrænt og getur verið, sko, nokkuð mál getur verið, þá verið að reyna að finna alþjóðlegar lausnir. Og ég nefndi Parísarsáttmálann og áður var það Kyoto-bókunin frá 1997 sem áður reynda bara til hlut sem þróaðra ríkja. En aðferðin sem þessir samningar byggja og snýst það að minnka svokallega losun gróðurhúsalofttegunda. Og það ennþá hryggjarstykkið í allri hugsuninni. Og það ennþá svo að það langt frá því að þetta sé að ganga. Og verkurinn í þessu máli sá að þessi losun, sko, þetta ekki bara eitthvað tæknilegt fyrirbæri, hún stafar frá mannlegri starfsemi, eins og birtist í þessari skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna. Og mannleg starfsemi bara hvílir að verulegu leyti á jarðefnaeldsneyti. Það bara þannig. 80% orkubúskap heimsins kemur frá jarðefnaeldsneyti. Það nokkuð í sama tala var fyrir 40-50 árum. Og það til apparat sem hægt að finna á netinu sem heitir Climate Action Tracker sem fylgis með frammistöðu ríkja og þeir eru svona ákveðna skilgreiningar á því hvernig það gengur fyrir sig og Evrópa eða Evrópusambandi nána tiltekið það fær einhvernina hjá þessum Climate Action Tracker insufficient á ensku, það að segja ófullnægjandi. Hvað þýðir það? Það þýðir það ef öll ríki heims stæði sig jafn illa eða vel eða illa og Evrópusambandsríkin að þá myndi hlýnunin verða 2-3 gráður á landinni. Ekki innan við 2 og ekki 1,5. Síðan eru Kína og Indland
langstærstu losendurnir, eins og maður var það, langstærstu losendurnir og fara hratt stakkandi, hvað losun og gróðurhúsalofttegunda varðar, þau fá einhverjuna highly insufficient, mjög ófullnægjandi, eins og maður orðar á íslensku. Og það því það ef allir aðri væri á sama stað og þeir, Kínverjar og Indverjar, þá væri hlýnunin á öldinni 34 gráður. Og það talið sko að 2 og rúmlega 2 geti haft eins og, ég ekki sérfræðingar til þetta, óafturkræfanlega áhrif. Þannig að hvað eru þau ef þetta er 3-4? Þannig að þannig þetta statt. Og auðvitað sko er náttúrulega kostnaðurinn líkilatriði, en hann er svo margþættur, hann er ekki bara talinn í peningum, þetta er allsins kostnaður. Hann tengir síðan náttúrulega einingu samfélaga. Það sem við erum að tala þarna, það er ekki gert átakalaust, sko, ef þið er reynt. Og enn eitt þáttur í þessu, þetta er ekki gerlegt, ekki eins og þetta reyna við þessi markmið nema með stórauknum ríkisafskiptum, sem er náttúrulega feikilega viðkvæmt mál, pólitískt, og það er nú nóg skautun fyrir, eða polarization í mörgum samfélagum, þannig að þetta mál þetta er einstakt mál, loftslagsmálin, þetta er einstakur vandi í sögunni, og hefur einstakar hliðar í merkingunni uník sko og en leið afskaplega erfitt að finna út. Hlaðvarpið er í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. En núna er þetta búið að breytast, sko, bara frá því við töluðum saman. Þá var Trump, held ég, nýlega byrjaðar, ætla að sé ekki, nei, við töluðum saman hvenær mars eða maí eða eitthvað. Já, var ekki maí. Jú, það getur verið maí, nákvæmlega. Þannig að, en sko það sem er búið að gerast í sumar og ástæðan fyrir kannski mér fannst helst til áhugavert að fá þig líka aftur til þess að ræða þetta, er að núna er rosalega mikil tortryggni innan ríkja gagnvart alþjóðastofnunum. Sjáum eins og í Bandaríkjunum þegar Trump er að taka frá alþjóða heilbrigðis stofnuninni, USAID er núna einhvern veginn í einhverju limbói og verið að setja það af. Trump er að setja 15% tolla á okkur, 39% á Sviss og 50% á Brasilíu og eitthvað eitt annað ríki. Það er ótrúlega miklar hreyfingar í þessu sem að mun auka tortryggni og þegar þú talar þetta svona kerfi, að ég tel að jafnvel frá því að við tölum saman í maí að þá er þetta orðið ennþá verri staða fyrir þá sem að telja að einhvers konar alþjóða hreðjartak á þessum málum sé að fara að lyfta okkur upp í það að koma okkur einhvers staðar nálægt því að vera eftir þessum stöðlum til dæmis sufficient. Þannig að sko hvernig horfir á þetta núna praktískt séð að þú ert búin að vera að segja lengi reyndar að þetta var alltaf algjörlega bara eitthvað sem var aldrei að fara að halda neinu lofti. Þetta var alltaf að fara að ganga sér til húðar, hvort sem að það myndi taka 10 eða 30 ár. Það myndi alþjóðakerfið ekki geta gripið þennan bolta. En núna þegar þessar vendingar eru búin að gera svona hratt, horfir þetta einhvern veginn öðruvísi við þér heldur en að gera þið núna í maí? Eða ertu bara svona svolítið á sömu stöðu þó svo að þessi tortryggni sé kannski búin að jafnvel bætast ennþá meira? Er þetta hraða þróunin til dæmis? Já, ég held þetta sé bara á sama stað. Skulum bara langt aftur í tíman. Ég talaði á þannig Kyoto-bókunina. 94 er það ekki? Já, hún er verður formlega til 97 en hún er hérna að mótast þessum árin þar á undan. Og síðan er Kyoto-bókunin tilbúin og ríki undirritana og síðan er prósess og ferðum með þetta á þingið, sko. Og þetta fór inn á Bandaríkjaþing og eins og einn þingmaður sagði þegar málið barst þangað, Kyoto-bókunin er eins og Titanic, dead in the water, hérna á Bandaríkjaþingi. Sko þetta er fyrir meini 30 árum. Sko. Þetta er bara á sama stað. Og hvað var honum efst í huga og mörgum þingsóðum sem bara kolfelt, sko. Og hvað er honum efst í huga? Og það er alveg líkil hugtak í þessu öllu saman. Það heitir samkeppnishæfni.
Hann sagði að við Bandaríkjamenn tökum á okkur þetta sem felst í Kyoto-bókuninni en ekki þróunaríkin, því þau voru undanskilin í henni, þá samkeppnishæfni okkar farin fyrir bí. Og það verður aldrei samþykkt. Og það verður ekki aldrei samþykkt í öðrum vestrænu ríkjum heldur. Þannig að þetta er dautt mál, algjörlega dautt mál. Bara enn aftur, þetta er 95 eitthvað svoleiðis, 6 ef við erum að tala á þessu nótum. Og þetta er bara á þessum staðum það. Og af hverju varð Parísarsamningurinn til? Og nú erum við að koma að þessu sem að mér hugleiki, sem að fjallum þetta frá sjónarhorni alþjóðakerfisins og því miður hvernig alþjóðakerfið ræður ekki við þetta. Sko, Parísarsamningurinn talar þetta, höldum við hlýnu jarðar á öldin innan við 2 gráður eins og ég nefndi, helst við 1,5 og svo koma ríkið með einhverja áætlanir og ekkert af þessu er skuldbindandi. Af hverju? Vegna þess, það var talað það í Parísarsáttmála ferlinu að hafa þetta binding eða skuldbindandi og það kom til í ljós að þá gætu menn bara gleymt þessu. Það er aldrei neitt Parísarsáttmáli til ef hann ætti að vera bindandi. Það er ekki flóknara en það. Má ég skjóta það inn í þetta því að við tökum þessu eins og þetta sé bindandi og allir stjórnmálaflokkar, ég var nú að hlusta á umræður þetta, þar sem að var farið yfir það að allir flokkar voru með í sinni stefnuskrá annað hvort að við ættum að vera í fararbroddi fyrir loftslagsmál eða það einfaldlega lýsa yfir neyðarstigi í loftslagsmálum hér á landi til að takast á við þetta. Miðflokkurinn í sinni stefnu sagði að við ættum ekki verið með hræðsluáróður gagnvart börnum eða eitthvað. En ef við tökum miðflokkinn út fyrir sviga, að það voru allir flokkar á þingi og sem að sögðust vilja að fara á þing, sem vildu annarkvort lýsa yfir neyðarstigi í landinu til þess að takast á við þetta, eða þá að Ísland ætti að vera í fararbroddi. Þannig að sko, þú talar hérna þetta að einhvern veginn allir gerir sig grein fyrir þessu og að allir einhvern veginn með meiri tortryggni gagnvart þessu og COP, það er enginn að mæta þetta lengur og fólk... Já, það er ekki svo, en ég meina áhugin... Fullt af fólki áhuginni minni, tortryggnin meiri, alþjóðastofnanir eru augljóslega einhvern veginn í einhverju rosalega einkennlegri stöðu út af Bandaríkin fjármagna mikið af þessu og fleira þar fram til göttunum. En hér á landi ræðum við þetta ekki svona. Hér á landi erum við að tala það, þrátt fyrir það að við erum með hreinustu orku á landinu og eins og þú nefndir nú í síðasta þætti, bara okkur hefur það engin áhrif að við erum með 85% nýjar orku. En við samt sem áður, þrátt fyrir það að við, náttúrulega, þú veist, og ég hef verið á Indlandi og ég gerir ráð fyrir því að þú hefur komið þangað. Ekki til Indlands, nei, Kína. Hefur ekki komið til Indlands? Kína. Lélegt, við skellum okkur saman einhvern tímann. En hérna, þar eru bara ruslahaugarnir bókstaflega undir þér. Og fólk er með þannig viðhorf að ruslið er bara, þú veist, á heima á götunni út af því að hérna úrvinnslu stöðvar og sorphirða er bara með, er mjög ábótavant. En við einhvern veginn horfum á þetta þannig að við séum rosalega sek í þessu á Íslandi og þú segir að Evrópuríki sé að horfa allt öðruvísi á þetta. Af hverju horfum við þetta ekki? Það er að verða breyting þar, já. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. En af hverju er ekki breyting í hérna? Ég bara áttam ekki, ég hef ekki rannsakað það sko, en ég tek eftir því að umhverfisverndarsamtökin okkar, þau hafa gjarnan kallað eftir því að stjórnvöld séu með raunsæja stefnu í þessu, gott og vel, og eitt af því sem að birtist í því ákalli er að þetta verði einhvern veginn verðlagt. En það er bara málið á Íslandi, en líka annars það, við erum ekki alveg, við erum ekki einstök á þetta, alls ekki. Málið er alveg undarlegu fari annars staðar í öðrum Evrópuríkjum. Það verður að verðleggja þetta. Og akkur er það ekki gert, vegna þess held ég, á þess að hafa þetta rannsakað það, að geta skoðanakönnun, þetta er ekki vel að vegna þess að það myndi blasa við að fólk myndi segja, nei, ég ætla ekki að borga þetta. Og það er, sko, það þýðir ekki að fara í talin sem þetta er bara innantómt blaður.
hvað kostar þetta? Og á ekki að segja frá því. Hvaða fíll þetta sem í herberginu, skilur? Þetta svona mál. Og núna alveg nýlega í Bretlandi, þar sem þeir eins og við, stefna net zero, sem sagt, núlla út losuninu, það veit enginn hvernig að gera það ekki, nokkuð maður. Hvorki í Bretlandi annars það. Og nýlega þá varpaði Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Breta, fóringi verkamannaflokksins. Þriðja leiðin, stærsta nafnið á sinni tíma. Forsætisráðherra í mörg ár. Hann með reikur rannsóknarstofnun og með alls sín starfsemi. Hann var líka, svo ég skjóti inn í, áður að segja þetta, hann var líka svolítið farabroddi í þessum loftslagsmálum á sinnum tíma. Já. Og hann varpaði þeirri bombu þarna inn í umræðina í Bretlandi, þar sem efasemdir fara mjög vaxandi að þetta sé gerlegt, fyrir utan að efasemdir að almenningur ætla að borga þetta. Hann varpaði inn því að það er ekki hægt að koma til almennings í Bretlandi og fara fram á fórnir á hans hálfu á sama tíma, þetta er eitt títillinn í herbygginu, á sama tíma og Kínverjar og Indverjar stærstu losendurnir í heiminum, af því þeir eru meira en 1000 milljónir hvor þjóð, halda bara sínu striki og ætla að gera það, að sjálfsögðu. Hvernig ætla Indverjar að bæta lífskjör á þess að auka losun? Það er útilokað. Og þeir segja alveg hreint út, við ætlum að gera það. Og þetta er ekki okkar vandamál. Þið bygguðu þetta vandamál til. Það sé við Vesturland og það er hægt að færa rökkur í því. En það er ekki lausn að segja það hins vegar. Þannig að þarna er þetta statt og af hverju er þetta ekki vellagt hér á Íslandi? Af hverju er þetta ekki vellagt annars? Það er til auðvitað tölur, það er engin alvara í þessu. Það er vegna þess að stuðningur sá litli stuðningur sem fyrir hann myndi gufa upp endanlega. Það er bara þannig. Hvað ætla menn að gera? Og þetta er snýst ekki bara að fólk farið til útlanda og keyra bíla og eitthvað svoleiðis. Þetta er bara í grundvallar þarfi mannkynsins. Áburður til að búa til framleiða mat í heiminum, áburður að framleiða áburð er algjörlega háð jarðefnaeldsneyti. Til dæmis. Gervigreind. Menn eru ekki ennþá búinir að finna út hvernig ætlum að finna orkuna sem gervigreindin kallar á. Svo er vel að tala hér mikið rafvæðingu bíla og annað. Við Íslendingar reyndar erum í góður aðstöðu til að rafvæða bílan okkar. En aðrir eru að gera það með rafmagni sem verður til með því að brenna kol eða jarðgas eða eitthvað. Þannig að þetta það verður að horfa á þetta svona. Og þá því miður fyrir málstaðinn og þá sem að tala mest fyrir honum, að þá verður þetta mál algjörlega ómögulegt. Já, það er sérstaklega að þú nefnir hana matinn. Ég man að hérna How the World Really Works eftir Václav Smil, þá einmitt fjallar hann það að 97% af öllum mat sem er svona í Evrópu og Evrópu á rætur svona rekja til LNG eða Liquid Night Gas og þú veist þetta er bara risastór breyta samhliða því, ég það varst að nefna Kína líka, hann nefnir hann einnig í þessari bók að sementframleiðsla sem er svona mikið losandi, að Kína notaði meira sement á milli 2016 til 19 heldur en öll Evrópa og Bandaríkin til samans alla 20. öldina. Þannig að það er eins og út af því ég var bara undirbyggja þennan punkt sem varst að segja sem að Tony Blair er að segja. Það sem er náttúrulega verið að biðja fólk er ekki að endilega færa fórnir fyrir heiminn, heldur líka að bara einhvern veginn útrýma allir samkeppnisstöðu og fleira. Það sem finnst mér svo skrítið til dæmis eins og á Íslandi að jú, þú ert með kannski einhver svona podcast og einhver sem eru að setja einhverjar efasemdir þetta, en það er rosalega lítið til umræðu á svona pólitíska sviðinu, að kannski bara, hvað ætlum við í Ísland að gera? Þegar við erum að tala Ísland þá er ofta sagt að við þurfum að vera farabroddi og leiðandi. Við erum búin að vera það í áratugi með endurnýjanlegri orku. Já, en einu svörin alltaf þegar að tala þetta er bara að við þurfum að vera meira leiðandi og meiri farabroddi. Já, ég hef séð þetta. Engin rögg og ekkert konkrétt í þessu. Og engin kostnaður? Nei, aldrei minnst að og engin ábatagreining? Nei, það er fílarnir í herbygginu, þeir eru margir og stórir, því miður, þetta er bara svona. En mér langar til að fyrir hlustendurnar að þetta er það sem ég er búin að segja og þú ert að taka undir, þetta er svona eitthvað sem bara blasir við. Okay. Og almenn skynsemi segir þér, það er enga stjórnmálafræði til að fatta það að þetta mál er ansi stórt og ansi dýrt og ansi sérstakt.
og mun verða mjög erfitt, það blasir við. Og þá kannski faraði sko í það af hverju, það er ekki að því bara. Og þetta alþjóðakerfi sem ég er búin að nefna núna nokkru sinnum, það hefur alveg sérstök einkenni. Og það er dálítið gamalt sko, frá 400-500 ára gamalt í grundvallaratriðum og hvílir á því að það samanstendur á fullvalda ríkjum. Sovereign states. Æðsta valdið hjá hinu fullvalda ríki. Og í alþjóðlegum málum eins og loftslagsbreytingar eru augljóslega, virði ekki landamæri og allt þetta og losun að þá þarf þetta að ná einhverjum sameiginlegum alþjóðlegum ákvörðunum, ekki sant? Á alþjóðafundum. Og það þarf að dreifa kostnaðinum, byrðunum, milli ríkja með einhverjum sanngjarnum hætti sem einhverjum hætti að ríki sætti sig við almennt. Og hvernig á að gera þetta í alþjóðakerfi sem hvílir á fullvalda ríkjum? Þar sem að sá sem við ganga skemmst ræður. Þetta heitir lægsti samnefnari. Hann ræði ferðinni sko. Og við talaði á það, þetta var ekki, Parísarsáttmálinn var ekki bindandi. En fullvalda ríki skrifa ekki upp á bindandi samninga af þessu tæð. Það bara gleyma þið. Og samningurinn til eins og ég nefndi af því að hann er ekki bindandi. Það er að snúa sér rétt sko. Hafið þetta rétt í röð allt saman. Og ég skal segja það er engin fyrirætlan það í veröldinni að breyta alþjóðakerfinu í þessum atriðum. Að búa til, og ég átti eftir að nefna, sko, það er ekkit framkvæmdavald í alþjóðakerfinu. Það er ekkit yfirríkjavald. Það er ekki til. Og engin pólitíska eftirspurn, það er mjög lítill. Engin vilja, ef einhver þá er pólitíska eftirspurn eftir fullveldi en ekki hinu gangstað. Þannig að það er engin fyrirætlan að breyta þessu. Og engin vilji til þess, pólitískur. Þannig að sá sem ekki horfir framan í þessi atriði og er ekki til í að ræða þau og ekki til í að svara þessu spurningum, þá er þessi umræði ekki í neinni alvöru. Og þá spyr fólk hvað á að gera og einhverju senda á samtök segir þess svona talsko er nú bara síns að tefja þetta og hérna hata framtíð barnanna, gengið svo langt. Já, og þá er bara ein leið út úr þessu. Og hún snýst það er kallað funksionalismi í fræðunum. Það er að segja að þú leysir mál þannig að þú tekur þau úr pólitísku samhengi. Þú útrýmir rauninni pólitísku hindrunum og pólitísku þáttunum. Og hvernig gerir maður það? Jú, þú býr til einhverja lausn sem allir hagnast á. Og hvaða lausn er það í þessu? Það er umbylta orkubúskap heimsins. Hvernig gerum við það? Það er hægt með einum hætti. Það er kjarnorka. Það er möguleiki á takmarkalausri orku. Kjarnorka þetta, pólitískt mjög erfitt fyrirbæri, hefur verið það og óvinsæl og hefur marga ákosti, kostna og svo náttúrulega mengun og hættu á kjarnorkuslysum og slíku. En það hefur verið að vinna því, eins og þú þekkir veit ég, að það er nuclear fusion sko, sem er allt önnur tækni og það er búið að tala það í mörg ára það sé alveg að koma lausnin á því en hún hefur nú ekki ennþá komið en það er talað núna 20 ár, 30 ár sem náttúrulega ekki langur tími og svo er gervigreindin talin geta hraða þessu mjög mikið. En það er engin leið út úr þessu önnur en að breyta orkubúskap heimsins og þannig að pólitíkin bara, pólitíkin bara verður bara dæmi flugumferðarstjórn í heiminum sko. Það er bara allir sammála hún er öllum í hag. Það er enga deilur hana, skilurðu. Hún er svona augljós lausn og sami er með ef við leysum orkumálin, þá erum við komið með augljósa lausn sem hentar öllum og ekki þarf að deila það. Og svo, ég var að tala alþjóðakerfið, ég á þeirri skoðun, hef verið að skrifa þetta eins og þú þekkir, en það sé hægt að beita alþjóðakerfinu til þess að þoka þessu máli áleiðis. Ná samstöðu það, vegna þess að þetta er hinn augljósa lausn, skilur við. Já, sko, þá langar við því að við ræddum með mig þetta á Bill Gates og Attenborough og fleira síðast, að þá langar við líka sko því að ég er sammálaður, ég
kjarnorka sé framtíðin. Ég held líka að Ísland gæti verið í farabroddi í því að auka orku, eitthvað sem við getum raunverulega verið í farabroddi í, ekki bara í einhverjum svona dyggðaskreitingum. Heiðar Guðjónsson hefur talað um það að við ættum að fara að bora á Drekasvæðinu til þess að ná í olíu og það verður svona áhugavert að fylgjast með því hvernig verður brugðist við því. En ég held aftur á móti að sú orka getur verið hreinni heldur en sú olía sem að oft eru notuð vísvegar í heiminum og líka bara út af því að við erum að tala um Rússa, þá erum við líka með öryggi. Þannig að það eru margar hliðar á því máli sem við kannski förum ekkert endilega inn á í dag. En það sem mig langar að skilja sko út af því að það getur ekki verið að það fólk sem er að taka ákvarðanir, bæði á heimsvísu og hér á Íslandi og annar staðar, viti ekki það sem þú ert að segja núna. Þannig að það sem mig langar aðeins að skoða núna er að horfa aðeins lengra fram í tíman og svona praktískt eðli út af því að þú hefur reynslaði að vera aðstofamaður forsætisráðherra og reynslaði að vera á svona ýmsum sviðum á svona fundum og öðru. Þannig að taka þetta út úr pólitíska sviðinu, auka við orkutækni eða bæta orkutækni. Flestir held ég að vita þetta sem er að fara að taka þátt í þessu. En þá langum að skilja sko praktískt eðli, hvernig veltum við þessum steina? Af hverju er ekki verið að tala um þetta? Af hverju er ekki? Það getur ekki verið að stjórnmálamenn og ráðuneytin og embættismenn og aðrir viti ekki það sem þú ert að segja. Sko ég bara hef ekki rannsakað þeirra hug og því miður ég get ekki... Við erum í fabuleringum. Já, ok. Nei, ég held að við getum notað allsins orð en enn og aftur, ég vil helst tala um eitthvað sem ég stúdera sko, en við getum notað orðið svo firring. Er þetta einhver firring? Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Fyrir enga ábyrgðar þá eða? Já, ábyrgð. Og þetta algjört einhvern veginn tengslaleysi við almenning hjá stjórnmálamennina sko. Maður fær það nú oft á tilfinninguna að þeir pæli ekki nógu mikið í því hvað Jónarnir og Gunnurnar eru að hugsa. Það er ekki einskorðað við þetta mál. Nei, en eins og ég segi, ég vil ekki taka upp í mig einhver stór orð hér og þetta er ekkit bundið í Ísland. Þessi skrýtna umræða eða litla umræða og á einhvern veginn tregða til að horfast í augu við óþægilega hluti þegar kemur að loftslagsmálunum þannig að en eitthvað veldur og meðan ekki hort framan í þetta þá er þetta bara blaður svo ég segi það nú bara hreint út það er það bara, öll þessi umræða algjörlega meiningalaust. Svo erum við með fundi svona eins og Norðurslóðaráð og við erum með hérna Nordic Circle og Arctic Circle segi ég hérna í hörpunni þar sem að fínt fólk mætir og talar um þessi mál. Já, en fleiri, það er nú fleira sem þeirra dagskrá. Já, varnarmál og fullt af málum. Og hérna frumbyggjar og fleira. Já. En þetta er líka rætt. Já. Og ég bara einhvern veginn sko það sem að mér langar að skilja út af því að ég einhvern veginn er svo sammálaður að þetta, þegar maður horfir á þetta þá einhvern veginn blasir þetta við. Maður getur ekki séð hvernig þetta kemur til, maður virka til frambúðar öðruvísi en að auka orkunotkun og við erum einhvern veginn og eftir því sem við göngum lengra því verðum við samkeppnishæf og hvað þýðir það þá fyrir framtíða kynslóðir út af því að það er alltaf byggt á því að framtíða kynslóðin mun ekki lifa hérna á jörðinni ef að við gripum ekki til þessara ráða en aftur á móti þá erum við líka einhvern veginn að útrýma framtíð fólks með því að vera að grípa til þessar fáránlegu ráða sko. Þannig að ég veit ekki alveg hver spurningin er sko, ég bara það er einhver flöskuháls. Ég hef gaman á stórum kerfum þar sem ég er að reyna að skoða litla breytur til þess að reyna að greina það hvaða breytur hafa þau áhrif að það svona þungt hlass stöðvast og svo allt í henni kemur það með einhver áforsi. Og maður sér alveg að það eru rákir að myndast í þessa stíplu og hún er held ég að fara að bresta í samfloti reyndar við fullt af öðrum málum varðar útlendingamál og annað en maður einhvern veginn sér ekki alveg sko hvernig stjórnmálamenn ætti að bregðast við því og af hverju það er þessi tregða ennþá til þess að
skoða þetta mál bara fyrir sko Ísland og eins og bara, ég veit hvað spurning ég spyr. Þú spurðir hérna síðast, af hverju hefur það engin áhrif á okkar samningsstöðu að við erum 85% endurnýjanlegri orku? Já, ekki einu sinni áhrif á okkar umræðu. Já. Og hvað þá áhrif á stefnuna? Og nú tölum við saman fyrir 3 mánuðum. Ertu komið með svarið við þeirri spurningu? Nei, ég hef ekki fengið það. Það er galið. Já. Það er galið að við séum einhvern veginn í þeirri stöðu að vera með hreinustu orkuna. Já, og ég var að segja, sko, stundum kallar mér að það vanti svona tengingu, sko, hjá stjórnmálamönnum, stjórnmálastéttinni við almenning. Sko, ég er ekki búin að labba hérna þjóðfélagið og spyrja 100 eða 1000 mannum þetta, en allir sem ég hitti og tala þetta mál við eða koma til mín og segja að heyrt þættin þína eða eitthvað, þeir segja, þetta er svo augljóst. Þetta er svo augljóst að við erum á einhverjum allt öðrum stað en aðrir. Við erum 85% okkar orkubúskap með endurnýjanlega orku. Þá erum við einhverjum allt öðrum stað, bæði hvað við erum að fara að gera og eins hvað það kostar okkur, sko. Það er eitt í þessu að eftir því sem að þú nærð lengra í að minnka losun, þeim mun dýrara verður það. Þetta er svo á ensku kallað low hanging fruit, sko. Það er auðveldast að tína ávextina sem eru neðst á trénu. Loka kólaverinu. Já, whatever, sko. Já. Þannig að þetta er, sko, mál sem verður alltaf erfiðar og erfiðar. Eftir því sem gengur betur. Það er eins og, sko, eftir því sem meiri vindmýlur, sko, í rafmagninu, þeim mun dýrara verður það. Eftir því sem að fleiri eru háðir vindinum eða sólinni eða hún skíni, þeim mun dýrara er fyrirbæri vegna þess að þú er alltaf að eiga backup. Þú er alltaf að eiga orku til að nota þegar á nóttunni, til dæmis, þá er hún ekki sólskinn, sko, og eða þegar vindunni minnkar eða hættir eða kemur logn, skilurðu. Þannig að það er líka inn í þessu. Þetta er, og fyrir okkur, ef við ætlum að hanga á þessu, að þá kemur eitthvað ártal, ég manna ekki hvort það er 5 eða 10 ár, þá þurfum við að kaupa okkur út úr þessu. Ef menn ætla að taka þetta alvarlega, sko, en oft, þetta er ekki bindandi, að þá það bara að fara út á einhvern markað hérna, og við erum búin að kaupa einu sinni fyrir nokkur 100 milljónir af slóvökum. Ég er ekki á móti slóvökum, en þeir eru ekki með en 80% af sínum orkubúskap í endurnýjanlegri orku, sko. Þannig að þetta er alltaf, engin venjulegur Íslendingur skilur þetta. Nei, þetta er þetta einkennilega hagkerfi sem að er búið að smíða í kringum þetta, sem að einhvern veginn byggir á stórundarlegum forsendum eftir því sem að kynna sér það betur. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem að það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og ég, eins og þú segir, sko, að við vorum að kaupa einingar og selja einingar og svo erum við með einhver svona furðu dæmi eins og Carbfix sem er sko núna í einhverju auglýsingaherferð til þess að réttlæta eigin tilvist þrátt fyrir það að þetta sé einhvern veginn rekið að ríkinu og þegar maður svo, ég man ekki held að hafi verið í viðtali á Kristjáni Kristjánsinni, það var spurt bara hversu mikið hafið þið náð að bæta eða þú veist taka niður koltvíoxíð, það var bara eiginlega ekki saman sem ekki neitt, sko, en þeir eru rosalega sko fyrirætlanir að gera það, sko, þó svo að þetta er löngu verið að fara að virka. Já, það er sko dæmið, ekki að segja góðan vilja og vissulega eru einhverjir sem setja peninga í þetta og ég þekki það ekki vel, hvernig á hvað forsendum það ekki er. En sko losun í veröldinni af mannavöldum, það er að valda þessu vandamáli, svona alls önnur losun þetta, eins og allir þekkja. Af frá náttúrunni og kúm og hvað það er, sko. En losun á okkar völdum er 50 miljardar tonna á ári. Hvað er verið að binda niður í jörðinni mikið?
Þetta var eitthvað Já, fáránlega það lítið, það er ekki einu sinni brota. Já, galið. Það skiptir ekki máli, það er 10 tonn eða 10.000 tonn eða 1.000.000 tonn. Þetta er bara, til þessum, og þar til þetta er gert á þau skala sem þarf, í þeirri stærðagráðu sem þarf á íslensku, og með þetta einhverjum ásættanlegum kostnaði, þá skiptir þetta ekki nokkru máli. Ég er ekki dómbarið það kort eftir einhver 10, 15, 20, 30 ár að þessi tækni muni leysa hluta okkar vandamáli sem við erum að tala um hérna. En ég hef ekki mikla trú á því. Nei, en svo erum við líka bara með tækni sem er endurnýjanleg orka sem er mun líklegri til þess að leysa þetta. Já, akkurat, og hólmi, síðan er þetta frekar svona, það er mikið að vatni í þetta eins og ég skil það, og þetta er ekki svona huggulegt fyrirbæri eins og minn, ég er ekki sérfræðingur í þessu. En bara svona samhengi, ég sagði áðan Tony Blair hefði varpað sprenginu umræðan á Bretland og býttu, hvað eigum við að leggja mikið á breskan almenning meðan að stóru losendirnir skiljanlega er ekkit að standa í þessu. Því þeir ætla að bæta lífskjör síns fólks. Ég meina, Indverja langa til að eiga loftkælingatæki og borða kjöt og hvað þetta er, mjög mengandi allt saman. Og hvað á að ganga lág? Hann bara spurði um þetta. Og þetta er ekki uppnám, Og við erum að losa 12 milljónir tonna Íslendingar. 50 miljardar var að tala sem ég kom með á hann. Og þá er innifalinn, og hún hefur aukist tæp 7% frá 1990. Og þá er verið að tala með svo kallari landnotkun. Og Íslendingar fóru í offari að grafa skurði og framræsa land í áratugi, og það er náttúrulega losa alveg feikilega mikið. En þegar þú tekur heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi án landnotkunar, þá er hún ekki nema 4,6 milljónir tonna, en hefur aukist 25% frá 1990. Aukist fjórðung. En það höfum við það miklu betra núna, framleiðum miklu meiri tekjur og allt það. Og það er þessi 25%. Þetta er ekki að því að við sem einhverju brjálæðingar, hvorki við né aðrir. Þetta er bara, eins og ég nefndi hérna upp að þetta á rætur í mannlegri, daglegri starfsemi og mannlegum, daglegum þörfum. Þetta er ekki eitthvað plat mál. Þetta er algjörlega raunverulegt, en líka algjörlega einstakt vandamál og afskaplega flókið að leysa. En það verður að horfa framan í þessa hluti. Það er það sem ég er að segja með mínum greinum og öðru að tala um þetta á einhverjum bara vitrænum forsendum, og það á við náttúrulega fleira. Ég bendi á þetta líka varandi varnarmál og Evrópumál og svo framvegis, og það er þessi umræðan á Íslandi er afskaplega frumstæð oft, hún er það bara. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel, og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. En út af því að ég veit þú elskar að tala óvarlega. Nei. En hlutir sem að þú þekkir ekki. Ég er að forðast. Ég veit það. En við langar aðeins að stíga hérna, ef að þú horfir á þetta og segjum sér svo að þú ert aðstofamaður á þeirra enn og ný. Hvernig, þá er ég ekki endilega, ég er ekki að velta fyrir mér hvernig við endilega höfum okkur alþjóðsviðinu, en hvaða ákvarðanir ætti þá Ísland að taka í þessu? Já. Erum við bara að fara að segja okkur frá öllum þessum óbindandi samningum og erum við að fara að segja bara, heyrðu, FU hérna, við erum með 85% endurnýjanlegri orku, við höfum ekkert að gera við ykkar hérna dygðaskreitingar og hvernig virkar þetta svona út af því að ég er praktist aðlaðan? Hvað ættum við að gera? Í þættinu þínum, ég var ekki mæs, töldum okkur munað þannig, þá sagði ég við erum að breyta stefnunni. Og ég sagt þetta í greinunum mínum, við erum að taka upp þá stefnum að við gerum ekkert meira í þessum málum fyrir aðrir nálgast þetta hlutfall okkar í endurnýjanlegri orku.
og bara við tökum þetta bara stefnu sem byggir á þessari algjöru sérstöðu Íslands í heiminum og hver mun ekki skilja það? Og mér þetta alveg hunir ágátt akkur þetta ekki gert og þá skulum við bakka aftur í Kyoto bókunina. Ég vann í því máli og var þá starfsmaður og ráðgjafi forsætisráðherra eins og ég nefndi og Kyoto bókunin sem sagt gerð og fyrir einhvern misskilning svo löng saga, ég vil ekki að fara út í hana þá máttum við auka losun af því við varum svo góði kallar og stæðum frammi fyrir stórum verkefnum álver og stórvirkjanir og annað það er að taka tillit til þess og við varum náttúrulega með hreina endurnýjanlega orku en þetta voru það er hugst að baka ég held að við máttum aukun 10% eitthvað því róli en vandið hann svo að við þurftum aukun 60% Kárahnjúkavirkjun álverin losaði þó að við sem að framleiða ál með miklu umhverfisvænni hætti en annars staðar þá losaði álverin samt gróðurhúsalofttegundir og þetta þýddi það að við undirrituðum aldrei þessa Kyoto-bókun. Þannig að þegar þú sagðist að það var verið að vinna í henni þá sigraður hana. Já, ég bara vann við þessu máli þannig að ein niðurstaðan var svo að við undirrituðum hann aldrei og það voru bara 2 ríki í heiminum sem undirrituðu hann aldrei. Það var Ísland og Bandaríkin. Bandaríkin út af þeirri ástæðu sem ég nefndi áðan að það var stoppað eins og Titanic í Bandaríkjaþingi þetta mál á sínum tíma. Og á þessu, við vorum ekkert svona vanum þetta og blaðrum þetta þannig að þetta kom aldrei ég held ég geti fulla, kom aldrei einasta frétt á Íslandi það að við varum annað ríki af 2 í heiminum sem undirrituðu ekki Kyoto-bókunum þetta er svona fáránlegt en hún náttúrulega svo var verið að segja þetta er náttúrulega alveg skandall og inn í stjórnkerfinu sem við verið að ræða þessi mál þetta var aldrei rætt eitt ofnbælega Men hann þetta fylla í eina eða og þá sagðum við ætlum við að fara að skrifa upp á einhverja bókun og mein ekkert með því. En hvenær stoppaði þetta? Stoppaði, var þetta eins og á Bandaríkjaþingi þar sem að þeir sögðu nei eða fékkst þú plaggið í henduna og sagði bara á kveiktir í því? Þetta var bara stoppað. Dabbi kongur? Þetta var bara stoppað innan stjórnarinnar, já. Ég vil ekki, þetta er líka langt síðan ég vil ekki fara út í þetta í smáatriðum en pointið er það að þarna voru við með stefnu sem byggði á okkar sérstöð og við byggja álver og virkjanir þetta framleiða 800.000 tonn á ári þessar ræður hérna á Íslandi þetta er alveg fáránlegar tölur og ofboðsleg framleiðni og allt með endurnýjanlega orku. Þau losa vissulega en álverin og við erum bara að keyra þetta og ég man eftir því og ég held ég að nefnt þetta í þætti á þér, einhvers staðar annars staðar að ég var einhvern tíðan á fundi og við vorum þessum kopp-fundum hana með 50.000 manna fundi, ég man ekki hvað þetta hafi verið þá í Bonn einhvers staðar, eða í Lyon ég fór tvisasinnum á þessu fundi og þá erum við á svona fundi með Suðurhafseyja fulltrúum það er þessar eyjar á Suður-Kyrrahafi sem hafa áhyggjur af því skiljanlega að yfirborð sjávar hækkar með hlýnun jarðar sem þrengir auðvitað þeirra kosti það ekki mjög mikið en þetta er þeirra áhyggjum og þeir segja við getum aldrei samþykkt eitthvað sérstaklega orðalag fyrir ykkur í niðurstöðum þessa funda og við vorum búin að fara auðvitað við okkar mál og allt það og þeir segja það er ekki vegna þess að við skiljum ekki ykkar málstað það er út af stærri fiskum sem við óttumst að komi í kjölfar ykkar skilur hvað ég meina Nei. ef við gefum ykkar mál og þið fáið eitthvað sérstakt orðalag þá munu aðrir vilja koma og fá sama fá sérstakt orðalag já. Það er að segja að ef Ísland myndi það væri búið að setja fordæmi fyrir því að einhverju væri einhverju sér samningum og það myndi svo leiða niður og það eru stóru fiskarnir sem við óttumst ekki ykkur
en það eru stóru fiskarnir sem kæmi í kjölfar ykkar sem að við erum hrættir við. Þannig að, en það sem ég er að segja, og bara ítrekka það, ég er að bara segja, þarna voru við með stefnu sem byggði á sérstöðu Íslands. Og það gekk alveg upp. Svo fengum við þetta íslenska ákvæði eins og hétt á endanum í Kyoto-bókurinni, þar sem beinlínis gerð undanþága fyrir, það er hvergi minnst á Ísland, en hún orðuð þannig að það getur bara átt við okkur, skilurðu. Og það var málið. Þannig að það er ekki eitthvað óyfirstæðilegt vandamál að hafa stefnum sem byggir á þeirri sérstöðu Íslands að við erum með 85% okkar orkubúskap í endurlíðan okkur, eina fólkið í heiminum. Hver myndi ekki skilja það? Skilur það? Þetta sem að reyna að koma framfæri. Þannig að þetta er ekkert mál. En ef það er mál gagnvart okkur sjálfum og við getum ekki horfst í augum við sjálf okkur ef við gerum þetta, þá náttúrulega þetta óhyggstjánlegt. Já, það er spurning sko, og það er eins og ég var að nefna áðan sko, það er alveg erfitt að greina þar hvar reikniformúlan liggur nákvæmlega í því hvað þessi flöskuháls er. En það sem er líka áhugavert að hugsa til er að sko frá því bara í maí, þegar við ræddum saman síðast, og svona yfir sumarið, að þá gervigreind núna í gær var ChatGPT 5 að koma út sem að hefur víst miklu betri getu til þess að skapa betri líkön og gervigreindin á svo miklum hraða að það eiginlega bara ekki hægt að fylgjast með lengur. Grok líka í þessu kapplaupi, Google í þessu kapplaupi, Kína í þessu kapplaupi, það virðast allir vera í þessu kapplaupi fyrir utan Evrópu. Og það sem að eiga þessi stað sko einhvers konar umbreyting allavega allir sem vinna í þessum geiri til að við Guðmund Hafsteinsson sem var að vinna fyrir Apple og Google og hann sagði bara þetta stærri, við erum bara að sjá gufuvélina. Slík breytingin fyrir mannkynið og það sem að fylgir þessu náttúrulega að með þessari auknu reiknigetu að þá sko ég held að þetta sé það bil þannig að ein leit á ChatGPT sé á við 10 hjá Google. Það er að segja að þegar þú ert með gervigreindina sem margfalt betri heldur en náttúrulega Google og annað, allavega svona Google Search eins og við þekkjum það, að þá reiknigetan orkuþörfin 10 sinni meiri. Og hvað þýðir það? Fyrir til dæmis þessa framtíð sem við erum að horfa okkur núna. Og það var þetta sem að mér þótti svo rosalega áhugavert bara núna yfir sumartíman, þá var þetta breyst svo rosalega hratt. Tortryggnin líka í alþjóðakerfinu, búin að aukast út af Trump og tollum og öðru. Stríð náttúrulega verið botnið Miðjarðarhaf sem virðist ekki alltaf hætta, þannig að það eru svona einhvern vendingar líka í Miðausturlöndum og ég meina maður veit ekkert ef að færa allt í háa loft þar, hvað því það fyrir orkubúskap heimsins. Og þessar breytur eru svo mikil hreyfingu að það að vægast sagt einkennilegt að við séum einhvern veginn að ríghalda í okkar stefnu. Ég næ ekki alveg út af því að við erum að tala það svona af hverju fólk ekki að hlusta og eitthvað þannig, jafnvel þó að fólk sé ekki að hlusta. Og jafnvel ef að við værum að breyta heiminum með okkar þáttöku í þessum loftslagsmarkmiðum, að þá heiminum að breytast svo rosalega mikið að það er heldur engu vatni lengur að við séum í þessu. Það var nýlega uppnám í ESB hjá umhverfisverndarsamtökum og fleirum. Hvað var það? Það vegna þess að það verið að draga í land í loftslagsmálunum í ESB. Samkeppnishæfni ESB að nálgast þetta í hvaða stærð sko og það verið að sko fara yfir meira svona leysa þetta af einhverju skógrækt eitthvað svona og þá segja umhverfisverndarsamtökin þetta er bara svindl aðferð, þið eru bara svindl ykkur fram hjá vandamálinu, margt til í því sko en það er ekki, ég ætla ekki að fara að ræða það en bara punkturinn þessi, það er verið að draga úr þar líka og ESB sá aðili líklega í verðandi sem staðið sig best sem lagt mest á sig í að minnka losun gróðurhúsalofttegunda eru samt ófullnægjandi áliti þessara stofnun sem ég nefndi áðan. Þannig að þetta er að gerast alls það og það bara ræðst af því að annars vegar kostnaður, hann verður alltaf sífellt ljósari og kostnaðurinn fyrir samkeppnishæfni ríkja og allt þetta sem við höfum verið að tala og vanmáttur alþjóðakerfisins til að fást við þetta hann líka alltaf sífellt ljósari fólki.
Þannig að það þetta sem að svona mallar í þessu og breytir þessu smám saman og dregur úr viljanum til að halda þessu til streitu þessu máli og en eins og ég segi, ég meina að þetta fyrir okkur þetta bara auðvelt mál sko og við hefum bara þetta fordæmi við vorum með stefnu á sínum tíma í Kyoto-bókuninni sem byggði á sérstöðu Íslands og ég fór á marga fundi og hitti eins og í Suðurhasi mennina og allt þetta það var enginn sem sagði þýðir einhver umhverfi sóðar og eyðileggja heiminn og ef allir var eins og þýð og eitthvað svona þá færi allt í fjandast það ekki þannig Það ekkert vandamál fyrir okkur að taka upp stefnu sem að byggist okkar sérstöðu. Hér erum við, 85% endurnýjanlegri orku, við ætlum að bíða þar til aðrir fara svona sé að nálgast okkur í þessu. Og hverju myndi ekki skilja það? Þannig að það er svo margir einhvern veginn fílar í herbygginu. Og svo annað sko, sem við ekki komið inn á. Þrátt fyrir þessa erfiðu baráttu við að minnka losun og þetta hefði ekki gengið sérstaklega vel. Þá alveg gífurlegum fjárhæðum varið í þetta. Það kostnaði samfélagsins fyrir alltaf miljardar á Íslandi sko, kolefnisgjald og allt þetta. Flugfélögin, skipafélögin. Lögfræði kostnaður sem gríðarlegur. Og þannig að í veröldinni er verið að eyða feiknalegum fjármunum í nafni baráttunar gegn hlýnun jarðar, ok? Á sama tími fólk að deyja úr sjúkdómum. Barnadauði er ennþá landlægur í Afríku og svo framvegis. Þannig að það er líka vel að benda á einhver önnur vandamál sem sitja á hakanum út af þessu. Og hvernig er þetta réttlæta það? Þannig að það er svo margar hliðar á þessu sem að grafa undan málstanum, það verður bara að segja eins og er og þú ert að benda réttir á það að reytingarnar eru hraðar og það munu verða enn hraðari. Já, líka bara eins og ég segi, fjara undan þessu. En síðustu bara líka 3 mánuði, bara frá því við töluðum saman síðast, þá var þetta búið að umbreytast. Þannig að þetta er áhugavert. Ég fekk nokkra spurningar sem ég vil leggja fyrir því hérna í lokin. Okay. Nú þegar Trump er farin að setja tolla á Evrópusambandið, nú þegar Trump er farin að setja tolla á ríki og Evrópusambandið virðist ekki alltaf standa við bakið á okkur heldur, er möguleiki að snúa sér á Kína eða að Kína miðað við landfræðilega legu? Þetta er ansi bröð spurning. Ég held að við séum ekki á þeim gatnamótum sko að við þurfum að snúa okkur í stórum stíl að Kínverjum. Þannig að Kína er nú ekki fyrirmyndaríki og langt í frá sko. Mars-leninist lögreglu og einræðisríki. Með þess að það sem verið að herða tökinn og svo framvegis, en við erum náttúrulega eigum í viðskiptum við Kínverja en nei, ég held að Kína sé nú engin leið fyrir okkur og ég held við séum ekki einhvern slíkum ógöngum, við erum utan loftslagsstefnuna eins og ég talaði að það þurfum við að fara að snúa sér að Kínverjum. Þeir munu hins vegar vera að snúa sér að okkur í auknum mæli á næstu árum og áratugum. Út af norðurslóðum og fleirum eða svo fer fram sem sumir vilja meina að gerist þar. Já, þegar þessar siglingarleiðir opnast Já, akkurat. Önnur ætti Ísland að vera með her að þínu mati? Sko, ég spyr alltaf spyrja hvert er grundvallaratriði mála og grundvallaratriði mála í þessu efni hver er virðisaukin? Og það er engin virðisauki af íslensku vera, það myndi kosta fullt af peningum, það er engin virðisauki. Hervarnir Íslands, þeim er mjög vel fyrirkomið í bandalagi við mesta herveldi mannkynsögunar sem heitir Bandaríkin. Ég fór að tala Evrópusambandið. Bandaríkin. Og þannig að sko hverju myndi við bæta við það með því að, og ef við fyrir að fabúlera hvað er Keflavíkurflugvelli í 3. heimsstyrjöldinni, það þarf hana til sko. Og það er þá loftvarnarspurning, ætlum við að setja upp komið flugher eða loftvarnarkerfum sem Ameríkanar eiga hvort þið og hvað. Þetta er bara, það væri engin virðisauki af þeim fjármunum sem þyrfti að verið. En þannig er ég bara að tala hervarnir, síðan er bara okkar könnu, netvarnir og öryggi landamærana og svo framvegis og þar má og það hefur verið að gera fullt af hluti, sérstaklega í netvörnunum, ég held að það mætti laga betur öryggi landamærana en öryggi fjarskiptastrengja og slíkt sko. Þetta þurfum við að hafa í huga og þetta eigum að setja peninga í og það er gert vissulega. En hervarnir láta það eiga sig. Já, það er reyndar
Svolítið hagfræði spurning sko sem ég veit að þú ert kannski ekkert mikið, hversu lengi getur Evrópa haldið út í efnahagsstríði sinni við Rússa? Erum við ekki bara að gera það líklega að Evrópa drægist inn í þetta stríð með sínum hernaðarmætti sem þó lítill fyrir og hvaða hlutverki myndum við gegna í því tilliti? Já, við myndum ekki gegna einu hlutverki ef svo færi. Ég sé nú ekki að Evrópa sé að dragast inn í stríð við Rússa. Hins vegar getur Evrópa haldið lengi út, einhvers konar efnahagslega átök við Rússland. Evrópa náttúrulega, bara Evrópusambandið hvað ég maður, þetta sé svo marga tölur sko, þjóðatekjur Evrópusambandsríkjanna eru 10-20 sinnum hærri heldur en þjóðatekjur Rússa skilur, þannig að Rússar náttúrulega mjög veikburðaríki nema eiga olíu og gas, að öðru leyti þeir nú ekki burðugir sko. Eins og sést nú í Úkraínustríðinu, það gengur nú ekki vel hjá þeim og svo þið með önnur vandamál, spillingu og þannig að Evrópa auðvitað mjög sterkur aðili í samanborið við Rússland. Þannig að svona almennt séð þá held ég að Evrópa geti staðið í stikkinu í þessu. Þá er loka spurningin, hvað þýðir það fyrir smáríki eins og Ísland að alþjóðastofnanir og alþjóðalög séu brotin eins og í þjóðamorðinu í Palestínu? Er verið að grafa undan okkar tilveru rétti með slíkum svona hernaðarmætti og offorsi? Já, náttúrulega, kannski alltaf klísja sig alltaf smáríki þurfa að standa vörðum alþjóðalög og norm. Það þurfa allir að gera það, til að veröldin þannig að meiri sér stórveldi eru háð því að það sé staði við alþjóðalög og norm, þó þau geta þetta komist upp með annað ef á reynir. Þannig að svona almennt séu þetta á Ísland að standa með alþjóðalögum og alþjóðastofnunum en almennt en ekki þetta í öllum tilvikum. Já. Við höfum einu sinni vanvirt alþjóðadómstólinn til dæmis, neituðum að mæta í landhelgismálinu. Já, vorum við meiri sko, út af því að nú, þú veist, ég lesi þorskastríðið eftir Guðna TH og þá náttúrulega kemur svolítið inn í myndina að við höfum svolítið stuðning Bandaríkjanna í öllum þessum málum. Þú veist, við höfum ekkert unnið þorskastríðið ef þetta hefði verið fyrir 300 árum til dæmis, þá hefði bara Bretar komið hann og tekið yfir. Já, en það náttúrulega hefur ekkert með Bandaríkjanna, það náttúrulega bara allt önnur norm í alþjóðakerfinu þegar við erum í þorskastríðunum sko. Já. Þar áður hefði þetta verið bara gert út á einum eftirmiðdegi. Já. Áður menn fengið sér gin og tónik fyrir matinn sko í breska sjóvarnum. Ég alveg tala, það stóra breytingin okkur í vil í vanandi þorskastríðin var þessi gerbreyting á normum. Bretar vissu það, þeir gáttu gert út þetta á hálftíma sko. En þá væru þeir búinir að tapa. Það var þversögnin. Hvernig þá tapa? Hvað meinar þú? Í almenningsáliti heimsins, allstaðar öllum vettvöngum og gagnvart Bandaríkjunum og þú getur unnið þetta hernaðarlega, þorskastríðin, bara nærið í landskýrsgæsluna, hvað þarfst að gera það. En þú þar með, þá ertu búin að tapa almenningsáliti. Myndirðu segja að það sé mistökin sem Ísrael gerði í Palestínu? Það nú svo löng og flóð, miklu lengur og flóðlegri saga heldur þorskastríðin sko. Ég hef nú skrifað og stúderað það mjög mikið, Ísrael og Miðausturlönd og það náttúrulega stór tragedía sem að fer versnandi og hún nefndi hvað sagði, þjóðamorðið eða fjöldamorðið? Já, þjóðamorðið í Palestínu. Já, ég meina sem að var spurningin frá hlustenda. Já, þannig fjöldamorðið eða þjóðamorðið. Hann segir alþjóðlega séu brotin eins og í þjóðamorðinu í Palestínu. Já. Þetta bara, þetta deilum það, hvað þýðir það þjóðamorð og hvað er lögfræðilega merkingin og svo framvegis. Aðalatrið þetta og ég bent á þetta í viðtölum að Ísraels menn hafa feiknarlega yfirburði í Miðausturlöndum, ekki bara gagnvart Palestínumönnum og Gaza heldur og síðustu mánuðum hefur orðið gerbreyting í Miðausturlöndum. Íranar hafa algjörlega tapað sinni stöðu og sínum bandamönnum og leppum og þannig að alls í möguleika núna í Miðausturlöndum sem voru ekki til staðar fyrir bara að fá mánuðum. En það sem ég ætla að segja var það að sko Hamas-samtökin sem náttúrulega bara hryllilega hryðjuverkasamtök og mafía og pyntingameistarar og allt það, að þau eru náttúrulega ekki lengur tilvistarógn við Ísrael. Það bara þannig. En Ísraelsmenn láta eins og þetta sé tilvistarógn við Ísraels ríki sem það ekki. Og því miður, og það sko, ég var nýbúin að hlusta á viðtal við Ehud Barak sem var forsætisráðherra og varnarmálaráðherra Ísraels. Því miður
stór hluti skýringarinnar á því af hverju þessu haldið áfram með þeim hætti sem Ísraelsmenn gera, Ísraels her gerir og Gaza. Þá stór hluti skýringar liggur í innanlandspólitík í Ísrael. Tilvistarréttur eða pólitísku tilvistarréttur eða tilvist hérna Netanyahu. Já, og náttúrulega líka hann þetta eru margir flokkar, sko. Og sérstaklega þessir hægri sem eru hérna varnarmálaráðherra á fleiri, sko, eru hálfbilaðir, sko. Það eru margir flokkar í stjórnmálakerfinu sem veldur því að þessir flokkar, svokölluðu öfgaflokkar, ég tek ekki undir það, til hægri og með harða stefnu í málefnum Palestínumanna og harða stefnu hvað varðar þeirra skilgreiningu og hvert sé öryggi Ísraels og hvernig að tryggja öryggi Ísraels og gyðingana að þeir eru náttúrulega með feikilega sterka stöðu í ríkisstjórn Ísraels. Og þannig ein leksía, sko, fyrir alla Ísraelsmenn, þú þarf bara 3% til að komast inn á þing. Við erum það 5% hér, sko. Já, sem betur fyrir. Hvað halda menn að væri margir flokkarnir á Austurvelli? Sjáu við bara hvað gerist. En við værum við 3%, skilur við. Já. Þannig að þetta svona flókið mál, sko, en því miður bara 2 aðalpunktar. Ísrael stafar ekki tilvistarógn frá Hamas, ekki lengur og kannski aldrei, en innanlandspólitíkin í Ísrael, hún gerir þetta mál mjög flókið. Á þessum léttu nótum ætlum við að ljúka þessu. Albert Jónsson, takk aðstæða fyrir að koma þangað til næst. Sömuleiðis, takk.